Hæ, ég heiti Vilhjálmur og forstöðumaður FabLab-smiðju Hornafjarðar. Ég ætla að kynna fyrir ykkur verkefni sem heitir Sjálfbær ræktun. Sjálfbær ræktun er röð námskeiða þar sem kennt er að búa til nettengt ræktunarkerfi. Á námskeiðinu er leitast við að tengja saman fólk með mismunandi þekkingu á sviði ræktunar og nýta hagkvæmar tæknilausnir sem FabLab-smiðjur hafa upp á að bjóða. Samstarfsaðilinn Fræ til framtíðar er þátttakandi í verkefninu. Þar er mikil þekking á kennslu í ræktun matjurta, hvað felst í sjálfbærni og öðrum þáttum tengt ræktun. Hér eru nokkrir punktar það sem kennt er á námskeiðinu. Næst ætlum við að skoða kerfi 1. Á þessari mynd sjást tvær mismunandi útfærslur á kerfinu. Mismunurinn felst í hvers konar straumbreytir er notaður. Minna kerfi notar aðeins 5 V USB straumbreyti. Skoðum hvaða möguleika það hefur upp á að bjóða. Megintilgangur kerfisins er að vökva plöntuna, mæla rakastigið á moldinni, senda upplýsingar inn í app rakastöðu í moldinni, einnig að gefa upplýsingar stöðu vatnsforðabúrs. Inn í boxinu er Arduino tölva, hér er rakaskynjarinn, alveg eins og þessi sem er hérna ofan á boxinu. Hér er flotskynjarinn sem gefur til kynna hvort að vatnið sé búið á vatnsforðabúrinu eða ekki. Og svo er lítill dreifari sem dreifir vatninu jafnar pottinn. Næst skulum við skoða appið sem stýrir öllu saman. Hér getum við sett inn tímasetningar hvenær á að vökva. Í þessu tilviki er verið að vökva klukkan 9 að morgni í 7 sekúndur og í þessu tilviki hér er verið að vökva klukkan 10 að kvöldi í 7 sekúndur. Ef smellt er hérna er hægt að vökva eftir ákveðnum dögum, segjum sem svo að viljum bara vökva á þriðjudögum og föstudögum í hádeginu. Hér sjást gildin frá rakaskynjaranum. Lyftum honum aðeins upp úr pottinum og sjáum hvort að gildin breytast. Eins og sést vel þá hækka gildin. Með þessum hnapp er hægt að búa til ýmsar, einfaldar og flóknar aðgerðir. Hér fáum við upplýsingar vatnsforðabúrið, lyftum upp skynjaranum og sjáum hvað gerist. Kerfið sendir tilkynningu í símann minn og einnig e-mail að vatnsforðinn sé að klárast. Ef við sjáum að moldin er þurr eða gildin frá rakaskynjaranum eru lág, þá getum við vökva með því að ýta á þennan takka. Allar þessar aðgerðir getum við gert hvar sem er í heiminum. Eina sem við þurfum er nettenging. Þó að innbyggða dælan í þessu kerfi dæli ekki miklu magni í einu, þá er mjög auðvelt að bæta við stærri utanliggjandi dælum og nota sömu stýringar. Fleira var það ekki verkefni sjálfbær ræktun, en þið sem hafi áhuga á námskeiðinu endilega hafið samband.